förum aðeins í laugardaginn. Hvað gerist á laugardaginn? Já, það sem gerist á laugardaginn það verður langur laugardagur. Já. Það verður generalpröfu morguninn, eða svona hádegið og svo kemur smá pása bara og bara beint í fyrri sýninguna, eða tónleikana. Sem er klukkan 4. Þannig að við fáum aðeins að fá ykkur eina brauðsneið eða eitthvað svoleiðis. Eru til miðar að hafa sýningu? Það er til, skilst mér, nokkrir miðar, já. Það er til eitthvað svona, stendur í auglýsingunni örfáir, það er ekki hvað það þýðir. Það er uppselt á... Það er uppselt kvöldið, alveg, já, alveg tróðið. En hver er að fara að koma þarna fram? Já, það eru náttúrulega, það er... Þú ert náttúrulega með, þú sjálfur ert hvað 8-9 söngurar? Já, Þeir koma eftir allir fram? Já, nei, þeir koma ekki allir fram, en með mér er náttúrulega, já, við teljum bara Halli, hann kemur hérna aðeins og syngur með mér, allavega eitt lag og HLH, þannig að hann verður í því líka. Þannig að við tökum svona HLH-sirpu, þarna og svo er Eyþór Ingi, Eyvi, Sigga Beinteins, Sigga Thorlacius og Bjartmar kemur. Hún er svo ekki tvisvar með honum. Já, Eiríkur félag sko. Já, þannig að þeir hittast þarna, gömlu félagarnir, eftir 30 ár. Þannig að þeir syngja og svo veit ég ekki hverjir mæta fleiri. Að ég bauði náttúrulega öllum karakterónum sko, en ég veit ekki hverjir koma. Nei. Hvort að hann komi hérna Mói gamli og tæki Austurstræti, ég veit það ekki. Já, hann verður að gera það. Já, ég sá hann það sko. Hann er þá lífið það ekki? Jú. Hvað var það gaman að það söng það fyrst? Hann var á mínum aldrei það sko, sem ég núna, svona eins sjötugt. Nei, ég hafði það nú áttur að hann sko, reyndar. Þú gæti tekið það fyrir hann ef hann mætti? Já, ég næð því, ég þarf ekki að fara í gerfi lengur sko. Þannig að ég gæti tekið það fyrir kallin sko. Já, þannig að þetta verður og Jón Ólafsson, hann er hljómsveitarstjóri, sem þetta var stórgóð hljómsveit þarna, alveg flottir spilarar, þannig að þetta verður, ég held þetta verður bara veisla sko. Stemningin fyrir tónleikunum er mjög góð allavega hérna innan okkar vébanda listamannana. Ég meina við í hljómsveitinni held ég að sameiginlegt að vera gamla labba aðdáendur frá því við vorum börn og unglingar og við hefum sennilega aldrei getað séð það fyrir, við ættum síðan eftir að vera í risaflottu tónleikahúsi að spila með honum öll þessi gömlu góðu lög. En hvað með fyrstu hljómsveitina, Faxar? Faxar, já, þeir komast ekki, það stóð til. Ég var að reyna að smala þeim saman, sko, og einn er nú út í Kaupmannahöfn, þessi norski sem kom inn í Faxar, sko, þegar við fórum til Noregs, þá stálum honum þar og kom með okkur. Og svo eru bara tveir mjög veikir og bara við öllum, við komum saman og ræddum málið. En það bara gekk ekki upp. Þannig að þú og Halli haldið upp í heyri Faxar þarna á sviðinu? Já, það eru bara tveir úr Föxum sem koma þarna fram. Og það verður tónlistvæntalega fyrir alla punk og jazz eins og þú hefur gert þetta? Það eru alla tegundir þarna sko, það er, jú, það er eitt punklag og svona country svona, hippa tímabilið. Það verður tekið eitt lag, það fyrsta lagi sem ég samdið, ég var svo mikill hippi þá í gamla daga sko. Og og allt bara. Ekki öll 70 lögin sem við erum samið, eitthvað? Nei, þetta eru held ég svona 26 eitthvað slúðis. Einu sinni spurði ég Bjartmar, fyrstu myndist á hann, sem á 300 lög og 300 texta. Hann heldur. Hann segist kunna þetta allt án blaðs. Hann getur sungið þetta allt ef þú segir hérna titilinn og syngur hann textan alveg eins og hann var og lagið án þess að það er. Getur þú gert það með þín 70 lög? Nei, ég get ekki vegna þess að ég hef aldrei flutt þau opinberlega. Ég bara gaf þetta út á plötu og svo eru bara nokkur lög sem ég hef verið með, bara svona vinsælustu lögin, svona 10, eitthvað svoleiðis, sem ég kann alltaf textan alltaf, en ég er að rifja það upp núna því ég hef aldrei flutt þau live sko. Þannig að þú ert að hlusta á þína gömlu plötur núna? Já, bara eftir 30 ár sko, eitthvað svoleiðis, sum lögin sko. Já, á vínil? Á vínil sko. Já, ég setti þau á fónil sko. Þannig að það má segja það sko, en ég er að segja það verður bara aldrei fluttu opinberlega, þetta er svolítið skemmtilegt. Ertu það kannski að kynna sjálfu þau svolítið upp á nýtt í gegnum? Ég myndi segja það, þannig að sem tónlistamanni sko. Þannig að
ég svolítið að fá bakteríun aftur sko. Já. Og hver veit nema maður snúið þessu við bara. Þú gafst nú út lög fyrir jólin. Já, 2 lög. Já. Það eru 2 ný lög. Já. Er það á leiðinni á plötu eða hvað? Ég veit það ekki, það er svo erfitt. Það var talað að reyna að koma þeim á einhverja safnplötu en svo bara var engin safnplata, það er... Já. Þannig þetta er bara einhvers staðar á netinu? Já, þetta fór bara á netið, sko. Já, er bara á YouTube. Já, og flakkar bara þar? Flakkar þar já. Heimilislaust? Já, heimilislaust, algjörlega. Já. En það var gert eins og margir gera í dag, það var gert bara svona auglýsingaskyni fyrir tónleikana. Já. Það voru bara sérsamið út af tónleikunum. Já. Hér er ég. Hér er ég, já. Einstaklega það er bara þetta, hér er ég. Já. Svipur. Hér er ég, hvar ert þú? Ég er að leita að þér nú, en ég er engu nær. Ég leita hér og leita þar, og út allt og alls staðar, en ég er engu nær. Hvað áttu eftir einhver? Ég bara veit það ekki. Jú, reyndar, ég veit alveg hvað ég ætti að gera. Og er byrjaður að gera en ekki komin alveg, það er málunin og teiknunin, sko. Já. Það var eiginlega fyrsta sem ég ætlaði að vera, sko, áður en ég ætlaði að vera tónlistarmaður. Ég ætlaði að vera myndlistarmaður. En þessi vinur minn sem átti að vera trommuleikari sem ég varði ekki, hann er orðinn myndlistarmaður. Og ég á það eftir, við ætluðum báðir að vera myndlistarmaður. Þannig að það er næsti... Það er bara næst, það er bara að bresta á. Ertu byrjaður? Já, ég er byrjaður og ég er að safna núna tekníkum og málverkum sem ég er að gera. Já. Og vonandi fæ ég að halda sýningu núna á þessu ári bara. Og fyrir áhuga fólkum myndlist, hvað er það að gera? Já, ég er svona meira svona fígúrur, svolítið svona portrétt og svona fígúrur sem ég tekna og mála, það er svona svolítið. Svona, ég veit ekki hvað ég var að segja, þetta er kannski er þetta álfar úr hrauninu í Hafnarfirði, ég veit það ekki, ég kynntist þeim alltaf. En heldur að verði erfitt að fara úr grínanum ladda, tónlistamannum ladda yfir að vera virtur myndlistamann? Nei, ég held ekki, ég spurði Bjartmar að því og hann er að segja mér frá svona, hvernig þetta er, sko. Já, hann er búinn að tekna lengi. Hann er búinn að gera það og bæði með tónlistina og myndlistina, þannig að það gengur þetta í flott saman, sko. Þannig að ég ætla að blanda því saman. Það segir bara, en þú mátt ekki hætta í hinu? Nei, ég hætti ekkert alveg, en það eru komin svo margir sem er að taka við af því, maður er komin á þennan aldur svona, þannig að það minnkar aðeins, ég er alveg klár á því, eins og allt, sko, fer meira yfir í tónlistina, en ég fer að koma fram þó meira sem tónlistarmaður, en með smá gríni, að sjálfsögðu, ég get ekki sleppt því. Nei. Herru, takk fyrir þetta, gangið vel á laugardaginn og gangið vel með nýja ferilinn. Já, með listaferilinn. Já, myndlistaferilinn. Myndlistaferilinn, já, það gæði fyrir. Ég vona það líka. Ok, takk. Jæja. Já, ok. Núna ertu hjá... Byrja vitlaust. Já, þú voru bara að halda áfram. Stríkum veru vanga, Nína, og halki höndin á mér, Nína, því þú veist að ég mun aldrei aftur, aldrei aftur eiga stund með þér. Það er samt að sakna einhvers, lífið heldur áfram til hvers. Ég vil ekki vakna frá þér, því ég veit sem myndu aldrei aftur, þú mynd aldrei aftur sjúka vanga mér. Þegar þú í draumi mínu birtist allt og ljúft og gott. Þetta er allt og allt, mann. Og ég vildi gæti sofið heil og öll. Því að nóttin veitir eins og skammast með þér. Ég vakna
lengur hér. Opna augun, engin stríkur blítur vanga mér. Dagur vangir, kvöldi kalt og tómlegt ánsýn. En ástin kemur ber ég til þín. Vá, draumir gleymdur áður út og ljúft og gott. Vá. Og ég vildi gæti á mig heil og hönd. Því að nóttin myndir eitt og skamma stund og til. Ég vakna. Nína, þú ert ekki lengur. Vá, opna augun, engin stríkur blíð. Nú sko, ég ruglaðist alveg þarna sko. Hvað kostar að við tökum þetta aftur? Hvað kostar mikið penning? Já, það bara búið að bóka þennan tíma og það bara ekkert laust. Já, ekki laust. Ef ég fer heim til mömmu þetta fá lána sko hjá henni sko. Hún á penning sko. Ok, en... Já, þú pantaði bara 3 mínútur. Já, en var þetta ekki alltaf leið svona, þetta var gott sko, eða þú veist... Já, þetta verður ekkert betri en þetta sko. Ef þú getur brent þetta á disk sko, því ég ætla þá kannski þegar Eyvi kemur til landsins og lefa honum að heyra það sko, þá kannski verður þetta að gefa þetta út sko. Veit Eyvi að þessu? Nei.